Komið öll sömul sæl og blessuð. Þá komið að lestri ástina. Þetta dæmi manneskju sem vill fá að vita hvað að gerast eða hvað mun gerast í rómantíkinni og ástinni í hennar lífi. Þetta bara svona eitt lítið dæmi hvernig lestur fólk biður Oft á tíðum varðar það samskipti við aðra mannesku. Og hér það ástin sem ræðir, við skulum sjá. Byrja á þessum fallegu spilum hér. Og fyrsta spilið sem við tökum spil sem sýnir orku viðkomandi mannesku. Hér höfum við spil sem sýnir manneskjuna standa í smá ströggli. Það getur verið eitthvað erfitt í umhverfinu hjá henni eða hreinlega hún standi í ströggli við sjálfa sig. Einhvers konar erfiðleikar eða svona kaos sem hún ræður ekki alveg við í augnablikinu. Kannski sér hún samband við aðra mannesku sem ákveðna útgönguleið eða ef til vill hún bara orðin þreytt á því að vera sífellt að díla við sömu hlutina í lífi sínu og hún þráir breytingu. Hún byrjuð að stíga út úr þessum erfiðleikum. Hún ekki alveg komin ennþá þangað sem hana langar að fara. En það eru möguleikar hérna fyrir hana, í kringum hana, sem kannski eru búnir að banka upp á eða eru í þann mund að gera það. Svo það orka væntanlegs annars aðila sem afskaplega falleg og ljúf orka. Og hér getur verið að ræða aðila sem manneskjan hefur þekkt lengi, jafnvel og barnæsku. Þetta svolítið skemmtilegt spil, ég ætla að sýna ykkur þetta aðeins hérna nær. Þetta getur verið góður vinur sem ef til vill hérna með skilaboð að færa vináttuna yfir á annað stig. Hún manneskjan svona heldur óundibúin undir það sem koma skal. En hlutirnir gerast bara þegar þeir eiga að gerast. Og það allavega sýnist mér djúp og falleg vinátta sem þessi hinn aðili býður fram og það bara jákvætt og gæti orðið upphafið á einhverju nýju. Orkan sem á milli þessara aðila á næstunni gæti ef til vill verið til staðar nú þegar. Það keisarinn sjálfur. Þetta ákaflega sterk og stjórnsöm orka. Fyrsta sem kemur upp í hugan að viðkomandi aðili gæti verið í einhvers konar valdastöðu og jafnvel þá gagnvart manneskjunni sjálfri, gæti jafnvel verið yfirmaður eða einhver sem hefur umtalsverð völd. Þetta orkan sem á milli þeirra, þannig að ég myndi segja að hérna væri bara sterk orka en þessi stjórnsemi gæti ef til vill verið neikvæð
og báðir aðilar gætu verið að reyna að halda stjórninni í samskiptunum eða í sambandinu. Þannig að það þarf að hafa það í huga þegar að samskiptin fara að verða meiri á milli þeirra, að ef til vill þarf annar eða báðir aðilar að gefa dálítið eftir og sleppa svolítið tökum á hvað gerist í framtíðinni. Keisarinn stendur líka fyrir framkvæmdir og það að gera frekar en að hugsa eða bíða. Þannig að þetta er samt sem áður merki að hlutirnir sé að fara af stað og komast á skrið. Engar tilfinningar samt komnar upp hérna ennþá. Þetta er aðallega á efnislega sviðinu eða huglegt sem að þessi samskipti eru hér í gangi. Það má líka segja að orkan á milli þessara tveggja sé ákaflega ólík, sem getur orðið erfitt, en það gæti líka orðið þannig að þau bæti hvert annað upp, þessir aðilar tveir. Næst er það eins og málin standa núna, staðan, og þar höfum við algjörlega nýja byrjun. Manneskjan sem ræðir eða hinn aðilinn gætu staðið í þeim sporum að hafa verið að stíga út úr sambandi, annaðhvort við skilnað eða við dauðsfall. Og þetta er bara gömul orka sem er að klára sig og er á leiðinni út úr þeirra lífi, annarra eða beggja, og nýtt upphaf stendur hérna á þröskuldinum sem hann boðar í raun og veru mjög gott fyrir samband. Að kveðja fortíðina, að kveðja hið gamla og takast á við það sem framtíðin kemur með. Ráðleggingar hérna til manneskjunnar eða til beggja aðila. Það er að grípa hamingjuna þegar hún lætur á sig kræla og opna sig fyrir jákvæðum tilfinningum, njóta þess að lífið hefur upp á að bjóða í samskiptum við aðra eða við hinn aðilann. Og að mörgu leyti snýst þetta að taka á móti því sem að manneskjan hefur verið að óska eftir. Það er stundum sagt að maður eigi að varast hvers maður óskar sér, því að við erum ekki alltaf tilbúin þegar óskin loksins rætist. En það virðist svolítið vera að gerast hér í þessu tilviki. Þannig að þetta er bara rosalega fallegt og það er svona velmegun og vellystingar sem fylgja þessu. Möguleg útkoma. Já. Það eru nokkrar variasjónir af þessu. Útkoman gæti orðið sú að báðir aðilar hljóti mikinn þroska í gegnum þetta samband og stækki hvert fyrir sig. Útkoman gæti líka orðið sú að í gegnum hvort annað getur fólk leitað sannleikans og fundið það góða sem að það hefur verið að leita eftir. En ein útgáfa af þessu spili, einsetumanninum, getur líka verið svo að fólk kýs að stíga ekki inn í samband að svo stöddu.
Þannig að það líka möguleiki hérna. En að vissu leyti þá þetta spil að segja manni svolítið í tengslum við önnur spil hérna að það sem manneskjan hefur óskað eftir það mun koma inn í líf hennar von bráðar. Þannig að hún þarf eiginlega bara að vera tilbúin að taka á móti eins og ég sagði áðan. Við skulum sjá hérna fleira. Taka hérna nokkur spil til útskýringar. Fyrst var það orka manneskjunnar sjálfrar. Sem að segja mér enn og aftur eins og ég nefndi hérna fyrst að það virðist einhvers konar hindrun hafa verið eða erfiðleikar í kringum manneskjuna. En þeim hindrunum að ljúka. Hún að yfirstíga þessar hindranir og það manneskja eða maður inni í lífi hennar nú þegar, segja þessi spil mér. En hvort að manneskjan átti sig á því ennþá eða sé búin að gera sig grein fyrir hver hann og ég segi bara hanna því að það karlmaður hérna, það getur verið hvort sem heldur, kvenni eða karlorka, allavega hún hérna til staðar. Smá útskýringar fyrir orku hins aðilans, fyrir utan þessa barnslegu orku sem segir mér ef til vill þetta einhver sem manneskjan búin að þekkja lengi, þá eitthvað hérna sem að þarf að skoða betur. Og ég var að tala hérna áðan að ef til vill þetta vinátta sem myndi þróast yfir í eitthvað annað. Það samt einhvers konar kvíði eða ótti varðandi það. Og það eins og þessi aðili sé svolítið á varðbergi gagnvart þessum breytingum sem að myndi ef til vill verða á sambandinu við það. Þannig að kannski þetta góður vinur sem að ekki alveg tilbúinn eða allavega hugsa sér tvisvar áður en að stígur það skref að breyta þessu sambandi í eitthvað meira tilfinningatengt. Það þarf að skoða vel og hann þarf að skoða vel og vega og meta hvort að það muni gera sambandið betra eða hvað muni gerast. Nú manneskjan hérna, spyrjandinn, hún þarf líka kannski að líta svolítið í eigin barm og skoða hvaða stöðu hún í gagnvart þessum aðila og hvort að hún sé tilbúin að kannski bara skoða hann í öðru ljósi heldur hún hefur gert áður og þá meira með rómantískum gleraugum. Orkan á milli þeirra hérna, þessi stjórnunarorka sem ég minntist á áðan, það mun koma að því að þau þurfa að velja hvora leiðina þau vilja fara og ég segi þau bara, það getur verið þeir og þær manneskjurnar skulum við segja standa hérna frammi fyrir vali hvorn veginn eigum við að stíga, eigum við að fara til hægri eða vinstri, eigum við að halda status quo-inu eða eigum við að bjóða velkomnar breytingar. Óskabrunnurinn hérna á milli þeirra líka, þannig að kannski þetta bara spurning þessa ósk sem ég talaði áðan að myndi rætast sem að manneskjan búin að vera að setja fram. Kannski þetta bara spurning að taka við óskinni og vera tilbúin að breyta lífi sínu ef það þarf.
þegar þar að kemur. Ok, heldum aðeins áfram. Spilið hérna sem að heitir Dauði. Tökum aðeins útskýringu á það. Þessi 2 spil segja mér að staðan núna er þannig að það er nýr þröskuldur sem þarf að stíga yfir og þetta er svolítið örlaga tengt eða karma tengt. Þannig að sterkar tilfinningar og sterk tengsl eru hérna á milli þessara 2 aðila. Það er nokkuð ljóst. Þetta er spurningum, eins og ég sagði áðan, hvora leiðina á að fara. Þegar þetta gamla er farið út, gamla staðan er ekki lengur uppi við, heldur komin upp ný staða, þá er þetta undir manneskjunum sjálfum komið hvað þeir ætla að gera. Og óskir og vonir sem rætast hérna og það að njóta lífsins og hafa það gott. Það getur tengst húsnæði, heimili og ef til vill getur það tengst líka flutningum og jafnvel utanlandsferðum. Það getur hafa verið partur af því sem manneskjan var að óska eftir. Ef til vill er hinn aðilinn erlendis eða tengist útlöndum á einhvern hátt. Og þetta litla sæta hús hérna sem kemur inn sem heimili getur líka bara bent til þess að þetta sé spurning hvort aðilarnir séu tilbúnir að fara að búa saman, yfir styttri eða lengri tíma, eða hreinlega heimsækja hvern annan og það getur þá verið yfir höf með þessu fallega flugskipi hérna. Ég held að það sé partur af því sem að þessi manneskja er búin að vera að spyrja sig og eins og ég sagði búin að vera að óska sér líka. Útkoman hérna, væntanleg útkoma. Ok. Einsetumaðurinn sem táknar hérna einsemd og kyrrð og það að leita sannleikans. Mér sýnist á öllum að þessi umrædda manneskja þurfi bara svolítinn tíma til að átta sig á hlutunum og hún er kannski ekki vön því að stökkva til. Kannski ein af þeim sem að finnst ekki gott að láta koma sér á óvart. Það er svona þannig orka sem ég fæ með þessu, heldur þarf umhugsunartíma. Og er það ekki bara sjálfsagt, mér sýnist á öllu að það er ekkert hérna til fyrirstöðu til að láta þetta ganga upp. Þetta er kannski bara spurning að gera hlutina á eigin hraða. Keisarinn sem kom hérna áðan, það að vera við stjórnvölinn, það er kannski svolítið ríkjandi hjá manneskjunni sem ræðir eða jafnvel báðum aðilum. En mér sýnist upphaf ferðar verða partur af útkomunni, þannig að einhver er tilbúinn að taka skrefið og fara af stað og ég held alveg að það sé öruggt að hér er ferðalag inn í myndinni. Og leið og ákvörðunin hefur verið tekin, þá sýnist mér að manneskjan sé tilbúin að taka á móti því sem kemur og ég sé hérna heitar tilfinningar og svona
já, bara þrá, skulum við segja, eftir hinum aðilanum. Og þar sem að hann líklega inn í myndinni nú þegar, þá erum við í raun og veru að horfa á svolítið ferli sem að fara í gang núna næstunni og þetta á eftir að taka svolítið tíma áður en að útkoman verður ljós. Aðeins að taka hérna fyrir hvorn aðilann fyrir sig, hvað gæti staðið í vegi fyrir að þetta gangi upp. Og tökum fyrst hérna spyrjandann. Þessi manneskja, spyrjandinn, hefur ef til vill einhvers konar neikvæða upplifun af samböndum og kannski að bera á einhverju gamalli sektarkennd eða eftirsjá varðandi sambönd. Þetta getur verið tilkomið bara frá barnæsku. Þá þetta spurning að það sé eitthvað sem að manneskjan þarf að vinna í og losa sig við þessar neikvæðu tilfinningar svo að þær verði henni ekki fjötur fót, svo hún geti haldið áfram og tekist á við þetta nýja fallega samband sem kemur hérna inn. Hún þarf að hlusta á innsæi sitt, hlusta á tilfinningar sínar og gefa sér smá tíma, eins og ég sagði áðan, til að velta fyrir sér hvað hún vill gera. Síðan svo þarf hún að muna að þó að eitthvað hafi verið erfitt eða slæmt í fortíðinni, þá ekkert sem segir að það verði þannig núna. Þannig að þetta svolítið spurning bara að gefa sjálfum sér tækifæri. Það svolítið þannig. Hinn aðilinn sterkur í þeirri trú að hann geti allt sem hann ætlar sér, finnur sterkt fyrir sínum andlega þætti og tengingu sinni við almætti. Ef til vill hann búinn að vera að stunda sjálfsrækt, eflar sjálfa sig og stígur þess vegna svona sterkur inn núna og sækist eftir þessum tengslum og gengur hérna í gegnum nokkurs konar vígslu eða tekur þetta skref sem að kannski hefur verið erfitt fram á þessu. En þetta skref mun færa nær sjálfum sér og þetta mun styrkja hann og alla hans hæfileika og alla hans verund í raun og veru. Því það að ganga í gegnum einhvers konar vígsluhlið setur mann á hærra plan. Ég tengi þetta líka við dauðaspilið sem við sáum hérna áðan, þar sem að verið að kveðja hið gamla og stíga inn í nýtt líf í gegnum mikla breytingar. Þannig að þessi aðili allavega stendur í þeim sporum og þannig staðan akkúrat núna að þessar breytingar að eiga sér stað. Ok. Þá skulum við aðeins kíkja á hérna. Hvað vill hinn aðilinn segja manneskjunni sem hérna í hlutverki spyrjandans? Hann vill segja henni, akkurat eins og ég var að tala að hann sé að gangi gegnum umbreytingu og vöxt og þroska
og að hann hafi ef til vill skipt skoðun frá því sem áður var. Hann tilbúinn að stíga inn og endurlífga gömul kynni, gamalt samband, ef til vill einhver samskipti sem hafa verið áður, sem hafa lagst niður. Það endurnýjun og nýbyrjun í þessu. Þetta fuglinn Fönix. Og hann vil líka segja manneskjunni að hún sé með lykilinn að hjarta hans. Það að taka á móti ástinni, bjóða hana velkomna, hitta hina eina sanna, opna hjarta sitt, hittingur og svolítið svona, já, og perfekt stendur þarna fullkomið. Þannig að hann virðist líta fallegum augum, kærleiksríkum augum á þessa mannesku og í raun og veru að gefa henni lykilinn að hjarta sínu. Mikið rómantík hérna í gangi. Hvað vill manneskjan segja hinum aðilanum? Ok. Hún tilbúin að hitta hann og eiga frekari samskipti, bíður eftir skilaboðum og vill endilega annaðhvort senda eða taka á móti skilaboðum. Svo stendur hérna text, call, e-mail. Þannig að það getur verið með hvaða hætti sem er. Í dag eru svo margir samskiptamátar. Og hún í raun og veru bíður í ofvæni. Hoovering, svona, já, vakir og sofir svolítið yfir því. Ætlar hann nú ekki að fara að hafa samband mig? Hvernig þetta? Hún vill líka segja honum, já, að það hafi orðið einhvers konar niðurbrot á þeirra samskiptum. Kannski vill hún meina að þessi aðili hafi eyðilagt eða staðið í vegi fyrir að sambandið þeirra hafi gengið í gegn. En hún vill láta hann vita að hún er ákveðin og þrjósk og hún sé að vinna í hlutunum og hún vill að hann vinni í hlutunum líka. Og rebuilding, það sem sagt hún tilbúin að byggja samskiptin upp að nýju. Og kannski spyrja hann út í ýmislegt sem að var kannski ósagt þeirra á milli. Þannig að hún svona svolítið í þeim stellingum að vill hittast og ræða málin. Og hann í raun og veru með hjarta sitt opið og að gangi gegnum mikla umbreytingu. Bara fallegt og jákvætt og alla vísbendingar hérna það að þetta væri einmitt eitthvað sem að myndi hjálpa þessu sambandi að komast á koppinn, að manneskjurnar myndu hittast eða ræðast saman. Tökum hérna eitt annað. Eitt fyrir manneskjuna fyrst. Ekki gleyma gleðinni og spennunni. Að hafa hlutina skemmtilega. Njóta augnabliksins stendur þannig að kannski hefur alvarleikinn tekið völdin en nú bara komin tími til að hleypa gleðinni inn aftur. Já, og hinn aðilinn þarf að leggja á sig aðeins meira ef að þetta á að ganga, ef að þetta það sem þið bæði viljið. Það sérst cold feet, það að vera eitthvað smeykur eða hræddur eins og mýsnar áðan gáðu til kynna. Það smá einhver smá taugaóstyrkur í gangi Þannig að það þarf að yfirstíga það ef að þetta á að ganga upp. En það
mjög skiljanlegt ef að hafa verið miklar umbreytingar að það sé þá einhverju svona aðeins hvað segir maður, nervositet, það er ekki gott íslenskt orð, en við höldum áfram hérna bara með rómantísku spilin, það er komið svo mikið rómantík í þetta hérna hjá okkur. Traust, umbreyting, við vorum að tala um umbreytingu, hún gerist leið og maður tekur hlutunum eins og þeir eru, eða sættir sig við hluti og gengst undir að hlutirnir séu á einhvern ákveðinn hátt. Það stundur svolítið erfitt að þýða úr enskunni. Transformation occurs through acceptance. Já, með því að taka á móti hlutunum og treysta, þá verður umbreyting. Þannig að það er eitthvað slíkt sem búið að vera í gangi og verður kannski í gangi á milli þeirra áfram. Sleppa tökunum og þá mun allt leysast. Það er þessi stjórnsemi sem var hérna fyrst. Kannski eru báðir aðilar í svona með smá þrjósku uppi. Það þarf að sleppa þeim tökum og þá mun allt leysast. En það virðast báðir aðilar vera alveg á þeirri línu að þetta sé eitthvað sem þeir vilja. Nú, svo kemur þetta fallega spil hérna vinátta. Að treysta vináttuböndin. Hún kom hérna upp áðan líka vináttan og að sjálfsögðu er líka best ef að aðilarnir geta verið vinir. En við erum líka að tala svo um eitthvað meira en það. Ok. Ég dró hérna fram gömlu spilin hennar Doreen Virtue sem ég hef ekki notað lengi. Þetta samband er samband sem að hefur verið með ykkur úr fyrra lífi. Þannig að þessar manneskjur þekkjast úr fyrra lífi og hafa þekkst áður. Ef þið vill vita þær af því, en ef þið vill komast þær að því þegar að böndin fara að styrkjast hérna. Því ykkur er óhætt að elska, opnið hjörtun til að gefa og þiggja hina hæstu orku sem hægt er. Þannig að það er bara verið að fullvissa þau að allt muni ganga vel og að hafa hugann opinn því að sálufélaginn er ef til vill ólíkur þeirra venjulegu típum eða þeirra venjulegu svona væntingum. Það er nú bara oft þannig þegar maður er með einhverja væntingar en svo er raunveruleikinn allt annar. Skulum kíkja hérna aðeins á tíman. Það er bara stutt í þetta er bara handa við hornið. Framtíðin er óviss eða óráðin ennþá, en það veltur svolítið á báðum aðilunum hvað þeir vilja gera. Já, og svo er hérna afmæli. Þannig að afmæli hvors aðilans sem gæti verið einhver mikilvægur tími. Eitthvað gæti hafa gerst varðandi afmæli eða á eftir að gerast. Ok. Þá sýnist mér þetta vera svona að smella nokkurn veginn hjá okkur.
Hérna fáum við skilaboðin að þetta muni gangi í gegn þegar að aðilinn er tilbúinn eða aðilarnir eru tilbúnir og annað já. Þannig að þetta er allt í góða og jákvæða átt. Og síðan eitt spil enn, síðasta. Látum okkur sjá. Og það er þriðja jáið. Sko, gæti nú ekki verið betra. Ok, þetta var skemmtilegt. Þá bara bendi ég ykkur á það að ef þið viljið fá persónulega lestur, þá getið haft samband við Miðlun og Heilun á Messenger og ég sendi ykkur lesturinn, tek hann upp á myndband og sendi ykkur hann í tölvupósti. Annars ætla ég bara að þakka ykkur innilega fyrir og ljós og kærleikur til ykkar.